Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdals héraðs settan. Hann haldinn í fjarfundi þann 19. ágúst og það fyrsti fundur eftir sumarleyfi bæjarstjórnar. Ég vil bjóða bæjarfulltrúa innilega velkomna til fundar. Fundurinn haldinn á Teams vegna aðstæðna í þjóðfélaginu eins allt að segja nú. Og við þekkjum þetta nú síðan í vor, þannig að við höfum bara svipaðar reglur. Ég minni þó á það að sem sagt, það alltaf heimilt að óska eftir. Við höfum unnið það þannig að nota heimild þar sem gert ráð fyrir því að forseti geti gert ráð fyrir samþykki mála í staðinn fyrir að hafa atkvæðagreiðslu, en það hins vegar sjálfsagður réttur bæjarfulltrúa að fara fram á atkvæðagreiðslu og hún fer þá fram með nafnakalli, þannig að það sé á hreinu. Fundur þessi boðaður í 6 liðum og við göngum til fyrsta dagskrárliðar og það fundagerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 518. fundur. Þessi fundur fór fram meðan bæjarráð var með fullnaðarafgreiðslu umboð bæjarstjórnar og því ekki til afgreiðslu hér fyrir bæjarstjórn, en orðið laust efni fundarins ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskránni á ný og það þá fært til bókar að þessi fundagerð sé lögð fram til kynningar hér í bæjarstjórn. Við færum okkur þá í annan dagskrárlið. Það 519. fundur bæjarráðs, það háttar eins til með hann. Þannig að orðið laust ef einhver óskar eftir að taka til máls efni þess fundar. Ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskránni á ný og bókað verður að fundagerðin sé lögð fram til kynningar í bæjarstjórn. Og þá það þriðja dagskrármál, það sömuleiðis bæjarráðsfundagerð af 520. fundi bæjarráðs og sem fyrr var ráðið með fullnaðarafgreiðslu umboð, en orðið laust ef einhver óskar eftir að tjá sig fundinn. Forseti, Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir fundarmenn. Aðeins smá fyrirspurn vegna 7. liðar undir þessari fundagerð, breyting á deiliskipulagi við Lagarfossvirkjun, áform vindmyllur. Og þarna farið fram á óskað eftir að fulltrúar Orkusölunar komi til næsta fundar bæjarráðs. Hefur þessi fundur farið fram? Þetta var bara spurning til ykkur, sem vitið. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Það hafa ekki fleiri gert vart við. Ég var eindregið að vonast eftir því að einhver ætlaði að svara fyrirspurn Gunnars Jónssonar bæjarfulltrúa. Best eitthvað á chatinu, forseti. Þarna kemur það, já. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir fundarmenn. Það vegna 3. liðar í dagskrá og ég að reyna að opna hérna. Hvaða liður var það? 7. Já, varðandi fund með Orkusölunni. Þessi fundur var komin á dagskrá. Núna eftir sumarfrí þar sem þeir ætluðu að koma að nýta okkur, en sökum aðstæðna þá ætluðu menn að hingra með þennan fund og Björn bæjarstjóri var nú í samskiptum við það
En það var ekki komin inn í dagsetningu, ég held að menn ætluðu bara að taka stöðuna. Það er ekki rétt. Taka stöðuna svona þegar, hvernig COVID ástandi verður upp á að koma á hittan. Og Anna Alexandersdóttir hefur þá lokið máli sínu. Orðið ennþá laust ef að fleiri vilja taka til máls. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðu fundarmenn. Ég var í framhaldi af þessu að eins og Anna sagði, þá vorum við búin að ráðgera að þeir kæmu inn á fyrsta fund eftir sumarleyfi, en við böðum upp á það að taka þá í rauninni fjarfund. Þeir í rauninni kjósa frekar að koma og eiga með okkur snertifund, þannig að það var bara ákveðið að vera í sambandi þegar við sæjum fyrir endan á þessu fyrirkomulagi. Og Björn Ingimarsson hefur þá lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þetta er þriðji liður, 520. Fundur bæjar á Fljótsdalshéraðs. Ég er ekki í æfingu í raðtölunum. Fleiri hafa ekki gert vart við sig, þannig að ég er að hugsa að loka það mælendaskránni undir þessum þriðalið og það verður sem fyrr bókað að fundargerðin sé lögð fram til kynningar. Við göngum þá næst til fjórða dagskrárliðar. Það er fundargerð bæjarráðs sem fyrr, 521. fundur og það er sömuleiðis fundur þar sem að bæjarráð fór með fullnaðarafgreiðslu umboð, en orðið er laust ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Og svo virðist ekki vera, þannig að mælendaskrá er lokað og fært til bókar að fundargerð þessu sé lögð fram til kynningar hér í bæjarstjórn. Þá höfum við lokið við þennan fjórða dagskrárlið og kemur að þeim fimmta, það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 522. fundur og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem að tekur til máls. Já, forseti og góðu fundarmenn, það er fundargerð bæjarráðs eins og fram hefur komið, 520. og annar fundur þess sem haldið var 17. ágúst síðastliðinn, bara síðastliðinn mánudag. Fundargerðin eru 6 liðum og það er einn liður tekinn sérstaklega út og það er liður 5.6 athugasemd vegna nafnakönnunar og nýstofnuðu sveitarfélagi. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að vísa erindinu til nýrrar sveitarstjórnar til umfjöllunar og afgreiðslu. Ekki fleira tekið í þessari fundargerð, hún er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 5. dagskrárlið, ég gleymd að merkja hann. En já, orðið er laust ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Svo virðist ekki vera, þannig að ég loka mælendaskrá að nýju og þá göngum við til afgreiðslu einstakra liða og í þessu tilfelli er það aðeins liður 5.6 sem að borin er hér upp og forseti gengur út frá því að þessi tillaga geti skoðast samþykkt samhljóða í bæjarstjórn nema framkomi athugasemdir við það eru athugasemdir. Svo er ekki og við færum það þá þannig til bókar. Ekki eru fleiri tillögur undir þessum lið en þó er vakin athygli á því á undir lið 5.5 hugmyndum starfsemi á Eiðum að þar er gert ráð fyrir að skrá sé að afgreiðsla bæjarráðs sé staðfest. Ef ekki eru athugasemdir við það að þá höfum við lokið við
yfirferða þessum 5. dagskrárlið. Nú, við förum þá yfir í 7. liðinn sem fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar, 137. fundur og ég vil biðja Önnu Alexandersdóttur varaforseta bæjarstjórnar að taka við stjórn fundarins. Já, takk fyrir. Það þá 7. liður umhverfis- og framkvæmdanefndar, 137. fundur og það Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Nú, forseti og ágæta fundafólk. Ég komin til að gera grein fyrir fundargerð 137. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs. Fundargerðin í 19 liðum og þar af eru 14 sennilega teknir út til sérstaklega bókunar, þannig að þetta mun taka smástund. En þar verður fyrst fyrir liður 6.1, það Selskógur deiliskipulag, en á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar kynnti Sóley Valdimarsdóttir skipulagsráðgjafi vinnslutillögu fyrir deiliskipulag í Selskógi. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að tillagan verði kynnt sem vinnslutillaga fyrir umsagnaraðilum og almenningi. Og það var liður 6.1. Liður 6.2 tímabundin undanþága vegna starfsemi tónlistarskólans í Fellabæ í kjallarahúsnæði Fellaskóla. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar kynnti yfirmaður Eignasjóðs tillögu að bráðabirgðalausn á kjallarahúsnæði Fellaskóla til að koma til móts við athugasemdir brunavarna á Austurlandi. Á fundinum var samþykkt að fela yfirmanni Eignasjóðs að kanna hvort sú lausn uppfyllti kröfur brunavarnir. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og felur yfirmanni Eignasjóðs að kanna afstöðu brunavarna á Austurlandi til fyrirliggjandi útfærslu á flóttalið. Einnig vísar bæjarstjórn málinu til umræðu í fræðslunefnd. Bæjarstjórn ítrekkar að meðan ekki búið að bregðast við athugasemdum brunavarnir í rýminu með framkvæmdum verður það ekki nýtt til kennslu. Ekki gert ráð fyrir framkvæmdum við rýmið í gildandi fjárhagsáætlun og því ekki fyrirséð að unnt verða ráðast í þær á yfirstandandi ári. Málið að öðru leyti í vinnslu. Og þetta tillaga þarna undir lið 6.2. Undir lið 6.3 byggingarnefnd leikskólans Hádegishöfða kemur fram að fyrir liggur ósk frá hönnuðum nýs leikskóla í Fellabæ stækkun lóða leikskólans en stækkunin innan marka landnotkunarreits í aðalskipulagi. Og eftirfarandi tillaga því lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að heimila stækkun á lóð fyrir nýjan leikskóla í samræmi við gögn málsins. Nú, það þá næst liður 6.5, Lagarfell 2, umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. En þar var grenndarkynning á umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi fyrir olíugeyma Lagarfelli 2 sem hefur farið fram og bárust 2 athugasemdir við byggingaráformin. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að beina athugasemdum til hönnuðar og senda veitufyrirtækjum og nágrönnum tillöguna til umsagnar vegna minniháttar breytinga sem hafa orðið á henni. Nú, þar næst það liður 6.6, nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás í Fljótsdalshéraði. Fyrir liggja 2 umsagnir sem bárust við auglýsingu og deiliskipulagstillögu við Tunguás og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að tekið verði tillit til framkominna athugasemda og þeim vísa til ráðgjafa til viðeigandi lagfæringa. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás í samræmi við gögn fundar með áorðnum breytingum. Og það þá liður 6.7, breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs Fjarðarheiðargöng. Verkefnislýsing fyrir tillögu að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 var auglýst þann 16. júlí 2020 og var frestur til að skila umsögnum og koma á framfæri ábendingum til 10. ágúst. Fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar lá 1 umsögn en komið fram að önnur umsögn barst fyrir loku umsagnarfrest en rataði ekki á borð nefndarinnar. Þriðja umsögn vegna málsins barst eftir umsagnarfrestur rann út. Framangreindar umsagnir liggja nú fyrir bæjarstjórn. Og eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn samþykkir að vísa öllum umsögnunum til ráðgjafa til yfirferðar og felur umhverfis- og framkvæmdanefnd og starfsmönnum hennar að annast það. Þá það næst liður 6.8, það miðbær Egilsstaða deiliskipulag 2016.
Auglýsingu lokið en frestur til að skila inn umsögnum með athugasemdum var til 4. ágúst. Ein athugasemd barst frá 3 aðilum. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að vísa framkominni athugasemd til ráðgjafa til úrvinnslu. Jafnframt verður óskað eftir því að skipulagsráðgjafi taki saman drög að svörum við þeim athugasemdum sem fram hafa komið við deiliskipulag miðbæjar. Málið verði tekið fyrir á ný hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu svo fljótt sem verða má. Og það liður 6.9. Eyvindur á 2 deiliskipulag. Auglýsingu lokið, frestur til að skila inn umsögnum með athugasemdum var til 4. ágúst, 2 athugasemdir bárust. Og eftirfarandi tillaga það lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að vísa framkomnum athugasemdum til ráðgjafa til úrvinnslu og óskar eftir að hann vinni tillögu með hvaða hægt sé að bregðast við þeim. Þetta var undirlið 6.9. Undirlið 6.11. Árskógar 32 umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Kom fram að grenndarkynning fyrir byggingu að Árskógum 32 hefur farið fram og án athugasemda. Og eftirfarandi tillaga því lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn byggingaráform og heimilar útgáfu byggingarleyfis. Liður 6.12. Það flúðir umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. En grenndarkynning fyrir byggingu af flúðum hefur farið fram og án athugasemda. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn byggingaráform og heimilar útgáfu byggingarleyfis. Liður 6.13. Það Úlfsstaðaskógur 43, umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Grenndarkynning fyrir byggingu að Úlfsstaðaskógi 43 hefur farið fram og barst umsögn frá Minjastofnun Íslands. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn byggingaráform og heimilar útgáfu byggingarleyfis. Og liður 6.14, þetta alveg að koma. Hvammur, umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. En grenndarkynning fyrir byggingu að Hvammi 157511 hefur farið fram og án athugasemda. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn byggingaráform og heimilar útgáfu byggingarleyfis. Og það 6.15. Nei, fyrirgefðu. Jú, fyrirgefðu. Nú ég orðinn alveg ruglaður. Þetta ekki sama málið eða hvað? Það algjörlega samhljóða. Ég ætla að lesa það svona til þess að vera viss, við kíkjum kannski á það. En þar sem sagt grenndarkynning fyrir byggingu á Hvammi 157511 hefur farið fram og án athugasemda. Og tillagan sem liggur fyrir að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn byggingaráform og heimilar útgáfu byggingarleyfis. Og síðustu það þá 6.19 sem starfsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fyrir liggur annars vegar beiðni nýja gangstétt sem afmarki lóð íþróttamiðstöðvarinnar samhliða Furuvöllum og hins vegar tölvupóstur með tillögu að lausnum. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd, þakkar fyrir erindið og samþykkir að fela verkstjóra og þjónustumiðstöðvar að ganga frá afmörkun í samræmi við fyrirliggjandi tillögur. Lagt til að varanleg gangstétt verði gerð í samræmi við endanlega hönnun á svæðinu sem áætluð á næsta ári. Og þetta eru allar þær tillögur sem að fyrirliggja og ég legg þær og fundargerðina í heild sinni hér fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur þá lokið við að fara yfir þessa fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar og orðið laust og Aðalsteinn Ásmundarson hefur beðið orðið. Bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn. Ég tel að það sé gott að ég sé ekki viðstaddur umræðum lið númer 6.6 og við forsetum að úrskurðum er kannski bara vanhafan. Tökum væga það við þá sem að málið er undir. Aðalsteinn Ásmundarson hefur lokið máli sínu og forseti telur augljóst vanhæfara og biður þá bæjarfulltrúann að skrá sig út af fundinum og ég bið kannski Björn Ingimarsson bæjarstjóra að senda honum skilaboð þegar hann má skrá sig inn aftur. Jep, takk.
þá þessi liður 6.6 nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás og Fljótsdalshéraði til umræðu og orðið laust þá efni þess liðar. Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi var líka búin að biðja orðið en væntanlega það mögulega annan lið, er það ekki? Já. Það hefur enginn þá kvatt sér hljós varðandi þennan lið 6.6 og þá, nú man ég ekki hvernig þetta afgreitt. Jú, það að þá lítur forseti svo á að tillagan sem liggur þarna fyrir afgreidd án atkvæðagreiðslu ef ekki koma andmæli við því. Já, samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Já. Þá það afgreitt og þá erum við búin að ljúka þessum lið og nú má bjóða bæjarfulltrúa aðalsteina aftur inn á fundinn og mælendaskrá opin þá yfir aðra liði þessara fundagerðar og Kristjana Sigurðardóttir var búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundamenn, langar að ræða aðeins lið 6.2, það sem sagt tónlistarskólinn í Fellabæ. Það sem umræðum að koma móts við húsnæðishallæri sem tónlistarskólinn á við vanda. Og en það verið að tala bráðabirgðalausn og það sem verið að bíða eftir því að bæði fjármagn og vinnuafl verði fengið í þessa lausn. En þá langar mig aðeins inn á því að þó svo að þessi hluti gerist, þá verður þetta aldrei fullnægjandi kennslurými fyrir tónlistarskólann. Þannig að þó svo að við fáum einhverja úrvinnslu núna eða á næsta ári, þá ekki fullnægjandi eins og ég sagði áðan. Og vil þá aðeins infra á að þegar það var nefnd á laggirnar fyrir svolítið síðan sem fjallaði húsnæðismál Egilsstaðaskóla og Fellaskóla og það kom ágætislausn gagnvart Egilsstaðaskóla þar sem millilofti var byggt og það átti að setja í vinnu kostnaðaráætlun varðandi yfirbyggingu á Fellaskóla. Þannig að mér langaði bara aðeins að vinna á það og athuga kannski ef einhver vissi hvar sú vinna væri stödd. Þannig að það væri það bara hægt að setja það inn á plan fyrir framtíðina. Takk fyrir. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og Stefán Bogi Svinsson hefur beðið orðið og svo Björn Ingimundsson bæjarstjóri. En Stefán Bogi, gjörðu svo vel. Jú, takk forseti og ágætt að funda fólk. Það undir lið 6.2 varðandi húsnæðismálin í Fellaskóla. Svona aðeins bara að fara yfir það sem ég veit þó stöðu þess máls. Það náttúrulega verið að leita lausna og það kemur upp sú hugmynd að þarna sé mögulega hægt að leysa þessar athugasemdir brunavarna með því að útbúa flóttaleið út úr rýminu og samkvæmt minni bestu vitneskju þá það núna í höndum og í rauninni það núna liggur líka fyrir í tillögunni að yfirmaður Eignasjóðs kanni það hvort að þetta sé ásættanleg lausn á þessu atriði sem hafa verið gerðar athugasemdir við. Þannig að það liggur ekki endalega fyrir hvort að þetta kannski yfir höfuð tæk lausn, en gott náttúrulega að vita það hvaða möguleikar í stöðunni og svo ítreka ég bara það sem að kemur fram þarna í þessari tillögu að meðan ekki búið að bregðast við þessu þá náttúrulega verður þetta ekki notað og þarf að leita annarra lausna og ég hef nú góða von það að það finnist á þessu allavega bráðabirgða lausn fyrir þá haustið í það minnsta.
varandi það sem að Kristín Sigurðardóttir bæjarfulltrúi sagði starfshópinn, þá ætla ég bara að taka undir að það er alveg satt og rétt og við höfum nú raunar tekið umræðum það áður á þessum vettvangi að það sé ástæða til þess að halda þeirri vinnu áfram og ég veit ekki til þess að hún hefði verið sett af stað aftur en það er ástæða til þess allavega að halda þessum mál á lofti og tek undir það með bæjarfulltrúunum að við reynum að fylgja þessu eftir. Takk. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og Björn Ingimarsson bæjarstjóri. Já, forseti og fundað fólk, það þarna varðandi finna númerin á þessu. Það var ekki 62. Jú. Það er alveg rétt að það var í rauninni áréttað og það var í sumarbyrjun sem að mér var falið í rauninni af bæjarráði sem síðan staðfest af bæjarstjórn að setja þessa vinnu á stað varðandi kostnaðarmatið á byggingu þetta ofan á var það ekki sem sagt nýrri hluta Fellaskóla, ef maður rétt. Og það verður bara að segja þess að það hefur svona í anda sumarsins hefur ekki gefið mikið í þeim málum en þetta er komið í ferli og við skulum, ég held að við getum alveg gert okkur vonir að fá svona fljótlega allavega kostnaðarmatið þannig að það verður hægt að skoða það en aðeins út af liðum 6.14 og 6.15 því að það kom aðeins upp vangaveltur hvort þetta væri eitt og sama máli, þá er það ekki svo. Þannig tvær aðskildar beiðnir að ræða sem eru afgreiddar og þetta er sérkvort máli. Það er svona til að taka af allan vafa hvað það varðar. Fleiri orð ekki. Björn Ingimarsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu og mælendaskrár er opin. Og ef ekki ætla fleiri að kveða sér hljóðs, þá er ég að segja mælendaskránni lokað. Þeir eru svo frosin á skjánum hérna hjá mér, ég er ekki viss að þið heyrið í mér. Ég ætla bara aðeins að yngra og sjá hvort að þetta nú einn.
Höfum við tapað forseta? Hann var að senda mér skilaboð og hann er að endur þessa. Gerum við ekki bara stutt fundarhlé á meðan? Í mér. Já. Við stafsökunum á þessu. Setja minna álag á netið og halda það bara áfram, það ekki bara setja fund að nýju og varst þú búin að biðja orðið þarna áðan, Anna? Þannig að við erum ekki búin að loka mælendaskrá. Nei, ok. Þá sem sagt, já, hvað svo sem við vorum búin að gera, þá höfum við allavega aftur opnað mælendaskrá undir 7. lið og Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góða fundamenn. Það er liðið 6-2 aðeins að komi inn á hann og tek undir bara það sem fram hefur komið hjá þeim bæjarfulltrúum sem komu inn á og bæjarstjóra að það er ekki á hreinu hvort að þessi framkvæmd sem þarna er rætt sé fullnægjandi. Og í mínum huga, og ég held að þetta verði alltaf erfitt að hafa þessa flóttaleið. Þannig að bara mjög mikilvægt að halda áfram og eins og Björn Ingi og bæjarstjóri kom inn á og það er komið í farveg að skoða þetta og setja þetta inn í framtíðarplön. Því að þetta verður aldrei fullnægjandi kennslurými. Og svona spurning, hvað er hægt að réttlæta mikið af fjármunum í eitthvað sem er ekki að fara að nýta þessu. En það verður náttúrulega bara komið ljós að liggur fyrir þessi úttekt og hvort að þetta uppfyllir kröfur brunavarna. Það er náttúrulega 1, 2, 3. En það var ekki fleira. Takk. Og Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Og orðið er ennþá laust ef að fleiri óska eftir að taka til máls. En ef að svo er ekki, þá ætla ég að loka mælendaskránni. Og við göngum til afgreiðslu þessara liða sem eru nú allmargir. Fyrst verður fyrir okkur liður 6.1, Selskógur deiliskipulag. Tillagan er það borin upp eins og var lesin og kynnt áðan og forseti gerir ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru athugasemdir við það? Svo er ekki og það er bókað þannig.
Þá það liður 6.2, það tímabundin undanþága vegna starfsemi tónlistarskólans í Fellabæ í kjallarahúsnæði Fellaskóla. Þar tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti ætlar að gera ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Ef ekki eru athugasemdir við það. Svo ekki, þannig að við færum það þannig til bókar. Þá það næstliður 6.3, það byggingarnefnd leikskólans Háteigishöfða. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og gerir forseti ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Nema athugasemdir séu gerðar við það svo. Svo ekki og það það bókað þannig. Næst þá liður 6.5 sem lagafelld 2, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og gerir forseti ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Ef ekki eru gerðar athugasemdir við það svo. Engar athugasemdir koma fram og það þá fært þannig til bókar. Við höfum þegar afgreitt lið 6.6, þannig að það næst þá liður 6.7, breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs, Fjarðarheiðargöng. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti gerir ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru andmæli við því? Nei, þau kom ekki fram og það þá bókað þannig undir lið 6.7. Nú liður 6.8 miðbær Egilsstaða deiliskipulag. Þar tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti lítur svo á að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Ef ekki eru mótmæli við því. Eru einhver slík mótmæli? Nei, þannig að það fært þannig til bókar undir lið 6.8. Lið 6.9, Eyvindar á 2 deiliskipulag. Þar tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti lítur svo á að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru einhver mótmæli við því? Nei, það þá fært þannig til bókar undir lið 6.9. Nú veit ég ekkert hvernig ritarinn gengur. Já, hann nú ekkert örvæntingafullur að sjá þarna. Þannig að þetta hlýtur að ganga vel. Liður 6.11, það Árskógar 32, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti gerir ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru gerðar athugasemdir við það? Svo ekki og það fært þannig til bókar undir lið 6.11. Liður 6.12, það Flúðir, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti gerir ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru athugasemdir við það? Engar athugasemdir koma fram við það og það þá bókað þannig undir lið 6.12. Liður 6.13, það Úlfsstaðaskógur 43, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti gerir ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru athugasemdir við það? Svo ekki, það þá bókað þannig undir lið 6.13. Liður 6.14, það Hvammur, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, fyrra mál samnefnt. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og gerir forseti ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru athugasemdir við það? Svo ekki og þá fært þannig til bókar og við förum yfir lið 6.15, það samnefnt mál en annað og það háttar eins það tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og gert ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru athugasemdir við það? Svo ekki og það þá fært þannig til bókar. Og þá það síðustu liður 6.19, starfsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar. Þar borin upp tillaga eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti gerir ráð fyrir því að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu. Eru einhverjar athugasemdir við það? Svo ekki, það þá fært þannig til bókar. Og við höfum
þar með lokið við að fara yfir þennan 7. dagskrárlið sem jafnframt síðasti liður á dagskrá. Við munum nú rjúfa útsendingu frá fundinum en fundur ekki slitið fyrir að búið að fara yfir fundagerð og fá hana senda til staðfestingar.